þetta er heilmikil saga og það sem okkur finnst skemmtilegt við söguna að bæði hvað þetta gerist nálægt okkur og hvað þetta er mikil saga í heimsstyrjöldinni þó að hún sé þögguð niður. Að hún var í raun og veru þögguð niður því að þetta var svo mikið áfall á þessum tíma þegar að hershöfðinginn ferst og þessi flugvél sem í raun og veru, þetta eru hetjur, svona fyrstu hetjurnar sem eiga að fara heim til Ameríku og svo bara farast þeir hér á Íslandi og þetta er heilmikið sjokk. Fólk kannast kannski við aðra flugvél og það hefur verið gerð kvikmynd hana og skrifaða bækur og hún heitir Memphis Belle og sú vél lendir í því hlutverki sem að þessi flugvél var á leiðinni til Ameríku en þetta aftur á móti af því að þetta er svo mikið áfall að missa hérna hershöfðingjann að þetta er bara þaggað niður og svo gleymist þetta bara. Þessi maður, þessi Andrews, honum var ætlað, það liggur núna fyrir, það er bara nýbúið að uppgötva það lá fyrir að hann yrði yfirmaður alls herafla og myndi stjórna innrásinni sem að Eisenhower síðan gerir. Og Eisenhower verður síðan forseti Bandaríkjanna og er eignaður sigurinn að mörgu leyti yfir Þjóðverjum en það er svo margt í þessari sögu sem hægt að velta sér hvað hefði gerst hefði þetta og þannig að þetta er atburður sem breytir heimssögunni. Það má alveg hugsa þetta svoleiðis. Og eru þið bræður að fylgjast með gömlu heimssögunni? Já, sko, okkar þáttur í þessu er náttúrulega bara áhugamennska, gönguferðin og skoða þessa slysastaði og svo að kanna sögu þeirra, sögu áhafnanna. Þetta voru í þessu tilviki Ameríkanar, það hafa verið hér breskir flugmenn og týnt lífi og okkur svona fannst eins og að við höfum svona sýnt þessum mönnum sem voru að verja okkur hérna á stríðsárunum svona ekki nógu mikla virðingu. Við höfum svona verið svolítið vanþakklátir, við höfum mótmælt veru þeirra ítrekað eins og þið þekkið og vildum reka þá heim með skömm en þetta voru menn sem voru tilbúnir að láta lífið fyrir svona frelsi heimsins á þessum tíma og þar með Íslendinga. Þetta fannst okkur svolítið vanrækt og þannig svona þróaðist málið upp í að þetta skilti og þessi minnisverði sem er væntanlegur hér verður til. Og þið ætla að halda áfram með málið? Já, það eru hugmyndir uppi að sko hérna í nágrenninu eru 13 svona slysastæðir. Fórust nú ekki allstaðar menn en þetta eru sögulegi staðir að okkar mati og við höfum áhuga á að gera á þessu svæði, hugmyndin er að hér á þessu svæði verði hugsanlega svona garður með það sem að verða minnisvarðar þessi slys. Þau eru öll hér í sjónfæri héðan, sko, þessi 12 viðbóta slys. Þetta er svona það sem við erum að pæla. Og stofna vefsíðu málið? Já, við erum komnir svolítið á veg með það en það er nú allt unnið bara svona í áhugamennsku og í rólegheitum. En okkur langar að opna heimasíðu og munum gera það innan tíðar þar sem að hver atburður fær ítarlega umfjöllun og myndir og annað og síðan ætlum við að leyfa fólki að segja sína sögu, jafnvel, annarkvort af heimsókn á svæðin eða að það eigi einhverja muni úr vélunum til að reyna að safna því saman því að það er búið að tína svo mikið að dóti frá þessum slisstöðum og svo hefur þetta bara glatast í gegnum tíðina því miður en okkur langar að safna þó ekki væri nema sögunum. Við höfum heyrt margar sögur, það hafa verið búnar til pottar og pönnur úr efninu úr þessum vélum og þetta eru bara athyglisverðar og skemmtilegar sögur sem er rétt að geyma.